fyrir utan þannig fáránleika í frumvarpinu og sem mér finnst einhvern veginn eins og beinast mikið til að bjórnum og þetta með léttölið að það fer í taugarnar á mönnum að það sé verið að auglýsa bjór og svo stendur léttöl í horninu og að þetta sé verið að fara á svig við lög og í kringum þau. Jú, gott og vel. Auglýsendur og framleiðendur að reyna að vinna með þessum ramma. En ef við tökum það mál út fyrir og við bara skoðum bjórinn sem slíka, að núna er bjór einn elsti drykkur í heimi, álíka gamall og siðmenningin sjálf. Og bjór er næst vinsælasti drykkur í heiminum á eftir te. Bjórinn er bara kominn til að vera, bara því miður, það er bara þannig, bjórinn er kominn til að vera. Og að reyna að sko horfa fram hjá því og reyna að banna umfjöllun hann og auglýsingar er besta fallið fáránlegt og sér í lagi vegna þess að við Íslendingar, þótt að við höfum nú ekki átt góða bjórsögu í gegnum aldirnar, að þá erum við að standa okkur svo ofboðslega vel þegar kemur á bjór í dag. Og það er bara raun og veru grátlegt að megi ekki segja frá því öðruvísi heldur en að fólki finnist eins og þessi að brjóta lög eða fara í kringum einhverjar reglugerðir. Frá stofnun, frá því að við leyfðum bjórinn 89 fórum við frekar hægt af stað en svona undanfarin 6-7 ár erum við búin að standa okkur frábærlega. Við erum að vinna hverja heimsmeistarakeppnina fætur annarri. Ég held að við getum sagt að brugghús á Íslandi eru með þeim bestu í heiminum og allavega þau sem eru hérna innanhús eins og hjá Ölgerinu og Borg, þetta eru frábærir fagmenn og að megi ekki auglýsa þessa vöru eða segja frá þessari vöru öðruvísi heldur en að hljómi eða líti út eins og einhvers konar lögbrot er virkilega sorglegt og ömurlegt. Þannig að ég veit ekki, þetta meikar ekki sens, bara sorry. Kynntu þér málið hér.